Verkefni 6 snýst það að slá smiðshöggið á þetta verkefni okkar sem við erum búin að vinna frá því að vera skilgreina HTV mellið og yfir í grunnútlit, útlit með skalalegri virkni og sem nota grind. Og nú ætlum við að setja upp tól til að hjálpa okkur við að skipuleggja og keyra verkefnið svona á einkvæman máta. Til þess að gera það, þá ætlum við að nota þess að tækja tól sem við ætlum að setja upp með Node. Þannig að til þess að gera það, þá farið inn á nodejs.org, sækið þar og fyrir eitthvað stýrikerfi, keyrið installerinn. Í Windows þá boðið upp á að setja upp eitthvað sem heitir Chocolatey sem þið þurfið ekki að setja upp, þið getið sett það upp, en þá bara skoðið hvað það gerir, en þið þurfið ekki að gera það. Og eftir að þið eru búin að því, að þá getið þið opnað terminal og gert node waf. Og þá fáið hérna eitthvað. Þetta er bara terminal eins og kemur beint úr makkanum, en ég er með svona aðeins öðruvísi settu upp, þannig að ég ætla ekki að. Það er annað sem heitir iTerm, sem er annað forrit sem er hægt að sækja fyrir Makka, sem að þá lítur þetta aðeins betur út og þá er ég með svona eitthvað alls konar. Og svo er enn annað sem heitir Warp og það er svona það er annar terminal emulator sem að er aðeins betra að vinna með og þú getur til dæmis skrifað og farið inn og skrifa text og svona inn í miðjunni. Þetta er allt svona, en ég það reyna að nota þetta sem minnst og nota bara beint í gegnum Visual Studio Code. Spurning. Já. Þannig að þó svo ég hoppi yfir í eitthvað af þessu hérna, þá er þetta allt sama í raun, þetta er ég einhvern veginn að tala við tölvuna mín í gegnum Command Line Interface. Af því það eru þessu forrit hérna, eins og hérna er ég búin að opna forrit sem heitir Warp, sem er forrit sem leyfir mér að senda skipanir inn í skilina eða shell til þess að eiga við einhver forrit og gera eitthvað. Alveg svo hérna er Arc sem er vafri sem leyfir mér að opna vefsíður. En ef ég er hérna í þessu, þá get ég opna terminal hérna og þá er það hérna niðri og það er líka það sama. Þetta er bara einhvers staður sem ég get sendt skipanir. En nú ætla ég að fara bara alveg frá byrjun og ég ætla að gera þetta út frá verkefni, sýnilausnina 5. Þannig ég ætla að fara aftur á sýnilausnina að því og ég ætla að sækja hana hérna nema að núna ætla ég að git klóna þetta verkefni. Þá þurfið þið í raun að búa ykkur til git notanda og síðan þegar þið eru búin að því þá þurfum við að þið búið til GitHub notanda og þá þurfum við að setja síðan upp Git á vélina eitthvað líka. Þannig að það er núna verkefni vikunar að gera það, svo þið getið síðan skilað þessu á 50 daginn í gegnum Git. Það er ekki að mikilvægt á hinn parturinn, þannig að það er svona byrjuð á honum og svo er þessi núna. Og þá þurfum við annarkvort að fara hérna og velja HTTPS-slóðina ef við setjum ekki upp SSH aðgang. En ef þið setjum upp SSH aðgang, sem er Secure Shell, þá takið þið SSH-slóðina hérna. Munurinn á þessu er, með þessu hérna, þá er ég búinn að setja upp private lykil á vélinni minni og public lykilinn á GitHub-akkountinu mínum sem að tengir í raun þessa vél, bara fysiskt þessa hérna vél við GitHub-akkountinu minn. Þannig að ég get í raun án þess að nota slá mig alltaf inn, logga mig inn með einhverju user pass að ég get, klónað og gert allar aðgerðir á móti GitHub. Ef ég ætla að logga mig inn í hvert skipti sem ég opna, þá get ég notað þessa hérna slóð og út af því að þetta er opið project, þá get ég bara notað þetta og klónað. En ef þið ætlið síðan að pussa inn í ykkar repo, þá lendir ég vandræðum að þá þurfið þið einhvern veginn að auðkenna ykkur að þið séu þið og að þið megið í raun og veru gera þessar breytingar. Þið megið íta þessu inn í þetta GitHub repo. En GitHub repo er hugtak bara samansafn af einhverjum kóða. Þannig að þetta hérna er GitHub repo og það er hérna hýst á GitHub. Ef að ég klóna það, ef ég tek afrit af því, þá bý ég til mitt afrit á öðrum stað. Þannig að ég er með sama GitHub repo á minni tölvu eða þið á ykkar tölvu.
svo get ég gert einhverjar breytingar og breytingarna sem ég geri eru út frá þessum út frá stöðunni á repo-inu. Þannig ef ég fer núna og ég geri tökum bara þessa hérna slóð, kopja hana eða íti hérna og núna þegar til þess að geta búið til fólderinn sem ég ætla að opna í Visual Studio Code þá þarf ég fyrst að eiga fólderinn og ég á hann ekki fyrir ég búin að klóna. Þannig ég ætla að fara hérna og stækka þetta aðeins. Býtum við, virkar ekki. Þetta er eitthvað voða skrítinn, býtu. Svona virkar þetta. Ok, þannig að ég ætla að fara hingað. Ég með uppsettinu jóð, það hoppar bara í eitthvað sem ég get bara skrifað hérna svona eitthvað og þá fer það þangað. Bara mín uppsetning. Ég ætla að gera ls list directory hérna, þá fæ ég í raun bara hvað hérna inni. Ef þið eru á Windows þá gerir þið dir og þið finnið þann stað sem þið ætla að klóna þetta. Þannig ef þið væruð í Windows þá myndið opna command prompt, velja staðinn þar sem þið ætla að geyma verkefnið ykkar og gera þar þessa skipun sem ég er að fara að gera. Þannig að ég ætla að fara hérna í vef 1.2024. Aftur, hérna er ég með eitthvað vef 1.2024. Það er bara búið til nýja directory hér sem ég ætla að kalla vef 1.2024 F07 WAF6 byrjun og nei, ég ætla ekki að gera það af því ég ætla að gera clone. Ég ætla að gera git clone og paste þessar slóð hérna. Sorry, þetta var smá kaotist hérna, en ef við byrjum upp á nýtt hérna, kjörnum okkur. Ég ætla að fara á desktop. Það er bara einhver staður sem ég er á. Við erum að byrja þar. Ég er bara desktopnum mína, sem er bara það sem ég sé hérna hér. Það sem eru bara núna einhverjar upptökuskráir frá mér. Ok, og á desktop ætla ég að búið til verkefnamöppu. Þið eru kannski með svona möppu sem heitir bara eitthvað HÍ haust 2024 vefforritun verkefni. Þið eru með einhvern svona möppustruktúr. Og ég ætla bara að segja hérna ég er með vef 1.2024 hérna og ég ætla að fara inn í þá möppu og ég er núna inn í þessari möppu og hún er bara tóm. Nú ætla ég að gera git clone og þá ætla ég að taka afrit af þessari lausn sem ég er með núna, sínlausninni, og þá fæ ég þessa niðurstöðu frá GitHub er að cloning into, þannig að hún er búin að búa til möppu hérna og sækir síðan allt sem er inn í þessari möppu og ef ég geri ls núna, þá er komin nýja möppu sem heitir vf 2024 WAF5 sínlausn. Nú ætla ég að opna Finder, þannig að ég sé núna hérna að þetta er bara í stýrikerfinu mínu og ég ætla að endurnefna þetta WAF6. Og þá sé ég hérna að þetta er bara mappa sem inniheldur allt sem er á GitHub. Ef ég fer inn í þetta núna, gera ls, þá sé ég hérna fonts, grid, index, readme og þetta. Þannig að ég er komið með allt það sem er hérna inn á mína tölu. Ég er búin að afrita þetta git repo af GitHub yfir á töluna mína. Núna, ef ég geri ls AL sem sýnir mér allar skrár og í lista, og þá sé ég hérna, ég er með möppu sem heitir git. Hún heitir .git, en möppur og skrár í stýrikerfum sem byrja á punkti eru yfirleitt faldar. En ég sé hann ekki hérna. Samanskapi sé ég ekki git ignore skrána af því hún byrjar á punkti. Það er þetta að fara í stýrikerfum og segja, heyrðu, sýndu mér faldar skrár, nema þá sjáu þið kannski fullt af einhverjum skrám sem þið getur farið að rugla í og bara farið varlega ef þið farið að gera það. En ef ég núna opna þetta í Visual Studio Code, þess að nú er ég bara búin að gera þessa clone aðgerð. Ég fer hérna í Visual Studio Clone, Visual Studio Code, opna klónaða dótið mitt, með því að finna bara hvar ég staðsett hana. Ég staðsett hana á desktop, undir þessari möppu og hérna er það sem ég fekk. Opna þetta
og þá kemur hérna, og núna fyrir þetta do you trust the authors of the files in this folder, að því að ég sótti eitthvað á internetinu, eitthvað sem ég veit reyndar að ég bjó til, en ef ég var að sækja eitthvað úr einhverju öðru GitHub rebói, þá gæti verið einhver kóðið þar sem að myndi vilja gera eitthvað óæskilegt við tölvuna mína. Leið ég segi þetta hérna, yes, trust the authors, þá ég að gefa í raun öllum kóðunum inn í þessu rebói leyfi til að keyra í því samhengi sem Visual Studio Code að keyra, sem yfirleitt sem rótarnotandi eða svona notandinn ykkar sem hefur yfirleitt mjög mikil völd yfir tölvunni og getur gert hluti til dæmis eins og eyða möppum eða setja inn forrit og eitthvað svona. Þannig að þess vegna kemur þessi gluggi upp hérna og við ætlum að treysta hérna þegar við vitum að þetta kemur frá mér og ég mjög trustworthy dude og þá fæ ég hérna allt þetta. Þetta bara önnur leið til að gera þetta sem ég var bara download zip og unzippa og opna. Þannig að núna ég bara búin að kopja rebóið og það sem ég fæ með þessu í raun það að ég núna í rebóinu. Þannig að núna ég með eins og hérna að ég sé út af því hvernig ég búin að stilla skila mína að ég á einhverju main bransi. Þannig að ef ég gerir núna git status þá segir þú mér að ég sé á bransinu main að því að við hugsum GitHub ofta eins og tré, þar sem við erum að vinna eftir einhverju stoppbrans sem aðal bransið okkar, en við förum ekki yfir í bransin alveg strax, við gerum það í næsta tíma, skoða hvað það og ég up to date with origin main. Origin staðurinn sem ég klónaði þetta frá. Þannig að það þetta hérna rebó. Þannig að það til annar rebó, það skilgreint sem origin eða grunnurinn sem við erum að vinna þetta frá. Og ég up to date við það, sem þýðir að alla breytingarnar hér ég með hjá mér. En hvað mun ekki virka með þetta að ég sem núna nemandi sem að fara að vinna þetta verkefni eins og þið, sé með þetta tengt við origin sem þetta hérna, sýnilausnum var 5. Hvað að því? Ég get ekki pússað inn í það, nákvæmlega. Ég get ekki gert breytingar hjá mér og setta síðan upp á GitHub af því að þá tengingin sú að þið ætla að nota þennan stað sem ekki í lagi. Þannig að þið þurfa að búa til ykkar eigin stað til þess að geyma rebóið fyrir verkefnið. Þannig að við skulum byrja á því, bara aðskilja þessa tengingu og þá í raun þessi samansöfn af þessum rebóum og hvernig þetta tengist undir hugtakinu remotes. Og remotes bara eitthvað, þetta eitthvað í einhverju remote location tenging við annað rebó. Þau geta verið mörg. Yfirleitt þetta bara þannig að ég með local afritið og svo ég með eitt remote sem GitHub. Og GitHub svona, þetta origin út af því ef þið að vinna 3 saman í verkefni þá GitHub-punkturinn sem þið vinnið saman á, þið með þetta afritað til ykkar, gerir breytingar og íti breytingunum ykkar yfir á GitHub sem heldur utanum kóðan fyrir ykkur öll. Þannig ef þið einhvern tímann verið í verkefni þar sem að þið þurfa að gera verkefni 3 saman, eitt ykkar ætlar að vinna í skrá, vinna í inngangnum, eitt í niðurlaginu og eitt í meginmálinu, svo gerir þetta allt í ykkar svona, hvert í sínu lagi og svo á einhverju tímapunkti þarf einhver að taka á sig að saman þetta allt í eina skrá. Hafið verið í svona hópverkefni. Þetta pretty much verkefni sem að GitHub leysir. Að samræma margar breytingar í eitt skjal. Og það þetta merge hugtak, taka einhverjar breytingar, merge þeim saman í eina. Og það kemur oft í sambandi við pull requests og branches sem aftur við skoðum í næsta tíma, hvernig við gerum. En þess vegna ætlum við að nota GitHub í hópverkefninu. Við ætlum ekki að vera að senda zip-skrár á milli og einhver ætlar að vera að sitja sveittur við það að samræma þessar breytingar. Við hjálpumst öll að við að gera það og gerum það á einhvern skipulegan máta þannig að þetta verður svona tiltölulega sársaukalaust að vinna saman. En ég get séð þessi git remotes með því að keyra hérna git skipunina, þannig að núna erum við farin að nota hérna þessi command line tól, git remote og þá segir ég bara eitthvað git remote origin. Ég með eitt remote, það heitir origin. Ef ég gerir bandstrik waf, þá segir það gefur mér allar upplýsingar og þá ég með origin tengt við þessa sýnilausn bæði til þess að
fetcha, til þess að sækja upplýsingar, sækja ný gögn og til þess að pússa þegar ég er að gera einhverjar breytingar. Þannig ég ætla að slíta þessa tengingu með að gera git remove origin. Okay? Og ef ég gerir núna þetta, þá er ég ekki með neitt. Núna er repoið mitt bara eitt í heiminum. Ég sleit samskiptin við GitHub og er núna bara með mitt repo á minni tölu. Ef ég gerir núna git log, og log stendur bara fyrir hvað er búið að gera, þá sé ég hérna alla breytingarnar og hver gerði þær og á hvaða tímapunkti og hvað þetta commit, þessi breytingarsaga, þessi breytingarfærsla, auðkennið á henni. Þannig að þá sjáum við hérna allt það sem ég gerði hérna alveg frá því ég bjó til sýnlaust 2 og alveg yfir í sýnlaust 5 hérna. Hver einasta breyting er skráð í repoið, þó svo ég sé búin að slíta þessi samskipti við GitHub út af því að ég tók allt repoið og ég afritaði það allt. Þar með talið alla sögu þess, alveg frá byrjun. En núna vil ég búa til ný tengsl sem eru við mitt GitHub, þannig að ég geti átt þetta og pússa þessu GitHub og skila þessu. Og þá ætlum ég að fara hérna bara á minn prófíl, minn persónulega prófíl, undir repositories, og gera new. Og þá ætlum ég að gefa því eitthvað nafn hérna, vf1.2024 vaf6, þegar þetta er verkefni 6. Ég ætla að hafa það public svo þið getið séð það sem ég var að gera og ég mun senda ykkur linkinu á þetta bara eftir. Ég ætla ekki að haka við neitt hérna, af því ef ég haka við eitthvað hérna, þá verður næsta skref erfiðara en það þarf að vera. Þannig við ætlum ekki að haka við neitt hér eða velja neitt. Svo ætlum ég að gera create repository. Núna er ég að búa bara til alveg nýtt repository, sem að í GitHub er í raun tóma repository. Það er ekkert commit inn í því, þannig að það er í raun bara, það er ekkert. Það er bara núna placeholder hjá GitHub sem er bara, hér þarf að bæta einhverju við. Og þá kemur hérna, quick setup, þá er þetta hérna slóðin sem ég þarf, eða push an existing repository from the command line. Þannig að við fáum hérna git remote add origin, þannig að núna erum við að bæta við origini, sem að verður þá undir þessu remote konsepti, sem að vísar á þetta tóma repo. Þá gerum við svona. Nú ger ég aftur git remote vaf og þá er ég búið að breytast hérna. Núna er þetta orðið vaf6 og svo segir hérna eitthvað git branch, þetta í raun endur nefnir branchið okkur yfir í main. Þurfum ekki að gera það, það heitir nú þegar main og þessi hérna skipun pushar núna, þannig að við hugsaum þetta eins og að hérna GitHub er upp ána og við erum niður, upstream og downstream stundum nota líka og við erum að ýta upp í GitHub. Og þegar við erum að taka breytingarna frá GitHub þá erum við að pulla þær til okkar. Þannig að þetta er þessi push og pull samlíking sem við verðum að nota hérna. Þannig að við erum að pussa frá okkar repoi yfir í GitHub. Það sem þetta -u origin main gerir er að segja hérna, heyrðu, þú átt líka að tengja þannig að main hér er main þarna. Þegar við prófum að gera þetta án þess að hafa það, við gerum git push, þá segir the current branch main branchið sem ég er að vinna á minni tölvu, has no upstream branch. Þannig að þetta upstream er GitHub, af því það er það sem ég er að pussa á. To push the current branch and set the remote as upstream, use git push set upstream origin main. Þetta -u er bara styttri leið til að skrifa þetta. Ok? Þannig ég get annarkvort bara afritað þetta og pastaði hérna inn, eða ég get afritað þetta og pastaði inn. Gerist nákvæmlega sami hluturinn. Nú ger ég þetta, þá tekur eitthvað tíma þegar nú er verið að taka frá tölunum minni og ýta þessu upp á GitHub. Þarna gætu við lent í því, eða þarna þegar þið gerir set remote, að þið þurfa að logga okkur inn, eða þú veist, þið þurfa að auðkenna ykkur á móti GitHub. Þannig að það getur ekki bara hver sem er farið inn á hvaða GitHub sem er og pushað. Það verður alltaf að vera auðkenning á milli þessara tölvunar minnar og GitHub. Og þá er það gert í gegnum annarkvort SSH-leikir
eða user og pass. Ok, en núna reloada ég þessu og nú ég komið með alla söguna og allt efnið hingað inn, en undir núna mér persónulega, ekki undir vefforritun, organizationið, sem að þið megið ekki púsa inn í. Þannig að þetta eru skref sem að þið ættu að taka núna einhvern tímann í vikunni, en eru samt ekki, þú veist, ef að þetta klikkar, þá er það allt í lagi. Þá bara segið hérna, heyrðu, það lendir með einhverjum vandræðum, skilið eins og fyrir verkefnum, fáið síðan aðstoð í dæmatíma eða hjá mér við að gera þetta. Þannig að það er plan B ef að þetta klikkar. Ok. Þannig að núna erum við að vinna frá þeim punkti að ég tók sýnilausnarverkefni 5, tók hann yfir til mín, bjó til nýtt repo á GitHub, pússaði kóðunum og nú ætla ég að fara að gera breytingar. Þannig að ef ég núna væri þið, þá myndi breytingarna sem kæmu inn, myndi samt ennþá innihalda mig. Sagan mín er ennþá þarna, því að þetta er samvinnuverkefni hjá okkur. Þið eru að taka við og bæta við og hérna, leysa verkefni út frá þessari sýnilausn. Og þá kemur hérna að, þú veist, þetta hérna geti verið eitthvað áfram, en þið breytið þessu og þá eru þið komin með ykkar fingur að fara á þetta. Þið setjið eitthvað og breytið ykkur þannig. Þannig að við skulum bara prófa núna að gera einhverja breytingu. Og bara svo fyrsta breyting getur verið bara hérna, ég ætla að setja upprópunarmerki hérna. Ok? Núna ef ég gerir git status, þá segir hún changes not staged for commit, use git add to update what will be committed, use git restore to discard changes. Þá segir hún hérna, herri, þú ert búin að breyta index.html. Sem er satt, við breytum, ég setti inn upprópunarmerki. Og git er að fylgjast með og segja, nú komum breyting. Við erum ekki lengur á þeim stað þar sem að þetta er bara jafnt. Ég get líka í Visual Studio Code farið hérna og sé breytingarnar hér, og ef ég smetla á hana, að þá sé ég svona inline diff. Ég sé að ég var með spilabúðina og svo setti ég upprópunarmerki. Þannig að lína 6 breyttist og sér í lagi bættist við þetta upprópunarmerki. Segir bara, ok, frábært, við ætlum bara að prófa þetta. Git add punktur. Það tekur allar breytingar og setur þær inn í að vera staged for commit. Eða ef ég fer hérna og ég segi í style CSS Óli var hér. Núna ég komið 2 breytingar. Ég get annarkvort stageaðar báðar og sagt ég ætla núna að búa til 1 commit sem inniheldur báðar þessar breytingar. Eða ég get sagt ég ætla að búa til 2 commit, 1 sem bætti við upprópunarmerkinu og 1 sem bætti við kommentinu í CSS-skrána. Það fyrir allt eftir í hvernig við viljum í raun struktúra vinnuna okkar. Viljum við bara gera allt og gera 1 stórt commit, eða viljum við vera, ég ætla að vinna í CSS-inu, ég ætla að vinna í HTML-inu og ég ætla að hafa þetta sem 2 aðskildar hluti. Eða ætla ég að vinna í komponentnum og vinna HTML fyrir hann og CSS fyrir hann, en svo ætla ég að vinna í footernum og það er sinni breyting. Þetta er bara allt skipulag það hvernig við vinnum. En ég ætla bara að segja, ég ætla bara að henda þessu öllu í 1 og ég ætla að gera git commit. Þannig að núna ef ég gerir git status, að þá fæ ég changes to be committed. Breytingarnar á index.html og breytingarnar á style CSS. Svo gerir ég git commit. Það sem gerist núna er að það opnast ritill, textaritill, sem leyfir mér að skrifa inn hvað ég er að breyta. Ég get líka hætt við hérna og ég ætla að gera git commit _m, sví opnast og svo lýsi ég því sem ég er að breyta. Prófa að gera breytingar til að sjá á GitHub. Þannig er ég að lýsa því hvað ég var að gera með þessum breytingum. Þannig ef ég hef verið að uppfæra eitthvað, færa þetta yfir í Flex eða eitthvað, eða færa þetta yfir í Grid eða whatever, að það er þetta hérna. Þannig að þetta hérna er það sem ég er að skrifa. Commit messages. Ok. Nú er ég búin að þessu. Þá ger ég git status aftur. Your branch is ahead of origin main by 1 commit. Þannig að mitt local repo er núna komið einu skrefi á undan því sem er á GitHub. Þannig að ég gerir hérna og það er ekkert búið að gerast, því að ég er ekki aftur búin að pússa þessum breytingum upp á GitHub.
Þannig að þá getum við það, git push, þá fara þessar breytingar og þá sjáum við hérna að seinasta commitið var þetta sem ég var að gera. Ef ég íti hér, þá sé ég að ég var að bæta þessu upprópunarmerki og ég var að bæta þessu hérna kommenti. Þannig að þetta heldur utan skref fyrir skref alla breytingar sem við gerum í verkefninu okkar. Ok. Spurning? Sér maður með git status ef einhver annar búinn að pusha breytingu? Já, þannig að sér maður með git status ef einhver annar hefur gert breytingar, en það sem þú þarft að gera fyrst er að gera git fetch sem segir sektu frá öllum remotunum nýjustu lýsigögnin hver staðan er á því. Að því að git líka þannig, ef við erum ekki með net, þá getum við unnið og svo bara þegar við fáum net getum við committað og pushað öllu. Þannig að git fetch segir bara, heyrðu, farðu yfir networkið og athugaðu hver er nýjasta staðan. Og þá færðu við henni uppfærsluna. Og þá er það hérna, ef að ég væri hér og einhver annar í hérna væri með mér í verkefninu, ég ætla bara þykjast vera viðkomandi með því að fara hérna á GitHub og gera breytingar hér. Ég get líka gert breytingar í gegnum bara þetta sem að haga sér í raun og veru eins, bara í gegnum viðmót GitHub og ég ætla að fjarlægja þetta upprópunarmerki. Svo ger ég commit changes hérna og þá kemur commit message hér. Ég get sett meiri upplýsingar hérna og ég ætla að segja fjarlægja óþarfa. Ég gerir commit. Nú er þess að ég hafi verið að fjarlægja mikið óþarfa. Þó svo að ég sé sami notandinn hérna, þá gerði ég þetta í öðru samhengi, í GitHub samhengið. Þannig að þetta fer ekki sjálfkrafa yfir í local repoið mitt. En þá ger ég hérna git status, up to date, nema git fetch, git status, your branch is behind by one commit. Og núna, í staðinn fyrir að vera að pússa á GitHub, þá þurfum við að draga frá GitHub. Þannig að þá gerum við git pull og þá er það farið út síðan. Hvað hefði gerst ef ég hefði verið búinn að gera auka upprópunarmerki, af því ég elska upprópunarmerki, áður en ég geri git pull? Þú þurft að velja á milli? Ég þurfti að velja á milli, akkurat. Þá hefði ég fengið þetta svona svokallað merge conflict. Af því að Git er mjög klárt í því að finna út úr í hvað er búið að breytast svona heilt yfir, en þegar það er sama lína á sama stað, þá farum konflikt og segir, ég veit ekki hvað á að vera ekkert upprópunarmerki, eitt upprópunarmerki eða 2 upprópunarmerki. Þú verður að velja. Það er merge conflict þangað til þú finnur út úr því. Þið getið líka nota GitHub desktop, en til þess að læra GitHub, þá verður að vita hvað GitHub desktop forritið er að gera og það er að keyra þessar aðgerðir og ef við lærum ekki þessi grunn hugtök, push, pull, merge, fetch og remotes, þá er þetta bara eins og eitthvað galdratól, svo lendum við einhverjum vandræðum og við erum bara að skrúta þegar við vitum ekki hvað er að gerast bak við tjöld. Þegar þeir eru komið með þetta, þá er alltaf læri að nota GitHub desktop eða þetta hérna. Við erum bara til að læra Git á alvöru, að Git er erfitt. Þá er langbest að byrja á command line-inu og skipta svo yfir í hitt. Ég ætla að spyrja, ég var að spá hvort að source control væri í bara Visual Studio, en þetta er extension eða ekki? Þetta er í Visual Studio. Já, þetta er bara orðið partur af þessu, af því að þetta er svo mörg verkefni sem nota Git og GitHub. Ok. Þannig að núna erum við komið með GitHub og það er nánar það í námsefni þessarar viku. En námsefni seinustu viku var að setja upp Node og svo núna að gera það sem er actually verið að biðja í verkefninu. Við erum ennþá bara einhvern veginn að vinna í því að komast í því að geta að byrja á verkefninu. En þetta er samt sem aður 20% af því, þannig að þetta er ekki aðalparturinn og það er plan B þarna. Ef þið lendið í brjálæðum vandræðum og eru farin að eyða meira en 2 klukkutímum í að gera þetta sem ég var að gera hér, svo heyri mér að dæmum kennara og finnum út úr því hvað er að valda vandræðum. En við ætlum að setja upp þessi tól og við ætlum að færa yfir í SAS. Ok, þannig að nú er ég að gera ráð fyrir því að þið séu með Node og NPM uppsett.
Þannig að þið ættu að geta gert núna node-vaff í terminalið ykkar, eins og ég hérna, node-vaff og fá svar. Ef þetta hefði verið bara eitthvað hérna, ASDF-vaff, þá fáum við bara eitthvað command not found, eitthvað form af því, í hvaða stýrikerfið eru. Ok, og til þess að gera það, þá þurfum við að búa til þetta package.json skjal sem skilgreinir lýsigögn fyrir forritið okkar. Núna erum við að fara að búa til svona uppskrift af því hvernig á að keyra verkefnið okkar og hvað verkefnið okkar þarf. Þá gerum við npm init, ítum enter, og þá kemur this utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common items and tries to guess sensible defaults. Ok, package name. Ég ætla bara að segja hérna, innan svigar það sem er default, ég íti bara enter. Version, já, þetta er bara útgáfa 1.0. Description, laust á verkefni 6. Entry point, index.js, ég veit ekkert hvað þetta er, ég íti bara enter. Test command, veit ekkert hvað þetta er, ég íti bara enter. Git repository, ég íti bara enter. Keywords, ég íti bara enter. Author, enter. Ok, þá fæ ég einhverja grunn hérna og ég segi bara já, þetta er frábært, yes. Þá er ég komið skrá hérna sem heitir package.json. JSON stendur fyrir JavaScript Object Notation og við munum læra aðeins betur JSON seinna. En það sem við þurfum að vita þangað til er að þetta er leið til þess að búa til gagnastruktúr. Þannig hérna erum við með Object sem hefur lykil og hefur value. Þannig þetta er svona svo oft í tölvunarfræði sem maður lendir í. Það er eitthvað svona key value pair sem við erum að vinna með. Hérna erum við síðan með key sem er með object sem value. Ok, við erum að skoða það eins og eftir. Nú þurfum við að sækja þessi tól hérna. Byrjum á þessu browsersync. npm, aftur, við ætlum að nota npm. npm er pakka manager fyrir Node. Leyfir okkur að sækja forrit til þess að keyra í forritunum okkar. npm install, við ætlum að installa þessu. Þetta er, við ætlum að vista það í package.json og við ætlum að vista það sem dev dependency. Enter. Ok. Nú fyrir npm yfir á npm repositoryið sem að geymir 100.000 af JavaScript forritum, finnur browsersync, sækir það og setur það upp. Það gerast 3 hlutir núna við það ég keyrði þessa skipun. Það bættist við hérna forritið okkar notar sem dev dependency, sem development dependency, browsersync í útgáfu 3.0.3. Það bjóð til package lock skrá sem skilgreinir hvað browsersync 3.0.3 þarf. Það er hellingur. Þannig að núna er allir búið að bæta við einhverja skrá hérna sem er upp að næstu 1800 línum í JSON-i. Þetta eru allir pakkarnir sem að browsersync þarf og allir pakkarnir sem browsersync þarf og allir pakkarnir sem browsersync þarf nota. Þetta býr til tré sem er oft kallað dependency tré, eða oftast er þetta graf af því að pakkarnir geta vísað síðan aftur. Þetta er dependency graf yfir öll þau verkfæri sem við þurfum að nota. Þriðja sem gerist er að það var búið til node modules mappa sem inniheldur síðan alla kóðan fyrir öll þessi tól. Þannig að þarna sjáum við í raun að einhver pakki þarf að nota vary sem er JavaScript kóði sem lítur svona út. En skiptir okkur ekki öllu máli. En það sem við verðum að gera núna er að fjarlægja node modules úr gittin okkar. Af því þetta hérna getur hlaupið á 100 megabæta hvað þetta er mikið að kóða hana. Þannig við ætlum að fara í git ignore og bæta við node modules. Vista. Og svo ætlum ég að gera git status. Þá kemur hérna út af því að ég breytti git ignore, þá kemur það hérna. Git ignore segir ekki setja möppur sem heita node modules inn í git. Þannig að þá er node modules undanskilið. Svo er package.json og package.lock.json urðu til. Þannig að það er núna untracked files. Þannig ég ætla að gera bara hérna git add punktur, git commit, bæta við package
JSON og browser sync. Ok. Núna er browser sync komið upp og það er tól sem leyfir okkur að keyra svona server eins og live server gerir, nema það er ekki bundið við að ég sé með það uppsett í Waffles Code ritlinu mínum. Nú er það bara partur af verkefninu. Þannig að við vorum að vinna saman í hóp og ég myndi ekki segja, já, sagtu bara eitthvað server extension og þá er þetta miklu meira næs. Í staðinn þá er tólið partur af verkefninu og ef að þið byrjið, þá gerir þið þetta git clone eins og ég gerði áðan, komið inn, sækja verkefni, sjá heiða package.json. Við keyrum þá npm install. npm install kíkir, hei, það er package.json skráð hérna. Já, það er verið að nota browser sync 3.03. Já, hérna er package lock. Ég sé að þetta er allir pakkatnir sem ég þarf að sækja líka til þess að fá nákvæmlega sömu útgáfu og fer og sækir það og setur það upp hjá okkur. Þannig að þá áttu við sem að vinnum saman í hóp öll að vera með nákvæmlega sama umhverfi sem við erum að vinna í. Keyra upp hlutin á sama hátt. Þannig að ekki svona, já, byrju, ert þú með Java 15, þetta eða 18, eitthvað, hvað sem er nýjast út. Já, þú ert actually að vera með 18,6. Þannig að við erum búin að kóða í þessu package.json nákvæmlega hvað við þurfum. Svo ætlum við að segja að til þess að keyra upp browser sync þá ætlum ég að búa til hérna skrift sem heitir def og það ætlum að keyra browse sync. Nú ætlum ég að svindla og loka allir hérna og fara hérna og þá sjáum við hérna hvernig þetta er uppsett á endanum og ég ætla að fara í þetta aftur því ég man aldrei alla þessa hérna og ég ætla að segja browser sync og browser sync er bara sér forrit, það er sér command line forrit og við ætlum að keyra start kommandið, við ætlum að starta því sem server og við ætlum að fylgjast með index.html og style CSS. Ok. Þannig að vera að skrifa þetta niður. Þá get ég farið hérna og gert npm run def. Run browser sync fyrir ekki. Þá finnur hún hérna eitthvað skrift hérna og ég kalla á það. Hún keyrir þetta upp og við fáum hérna upplýsingar serverinn sem er búið að starta. En núna er þetta eins og ég væri með live server nema ég er að keyra í gegnum browser sync minn eigin server og hann er að keyra hérna og hann er meira sér þannig að ef ég fer og opna annan vafra og loka hérna, reyna að sjá eitthvað hvað er ég að gera svo mikið að glugum. Opna Firefox. Tekur góðan tíma. Afritaslóðan hérna og loka hérna og þá er, þú veist, í nafninu er browser sync, þetta synkar þessar tvo browsera. Þannig að núna er ég að skrolla í öðrum vafranum, þá skrollast báðir. Þannig að þetta er gert þess að hjálpa til við að synkronisera testing yfir marga browsera. En þetta er líka mjög þægilegt því þetta er með Watcher, það er að segja ef ég breyti einhverju í hérna hér að þá hotreloadar hann fyrir mig hérna. Byrjum við, okkur kom ekki 2 upprópunarmerki. Ok, við látum það liggja á milli gerum hérna eitthvað svona og nú hotreloadar hann á milli. Þannig að ég get breytt ykkur hérna og þetta gera sama á live server. Ég er bara ekki bundið við það að ég missi live server sett upp sem extension. Ok, þannig að þetta er fyrsta tóli sem við ætlum að setja upp. Og þá sjáum við hérna file event change, style CSS. Ok, já.
Já. Já. En þá svona, þetta spurningin er að þarf maður alltaf að installa sig fyrir hvert og eitt verkefni. Já, en að því leyti að, þú veist, þegar þú ert að byrja nýtt verkefni, það er líklegast, í alvörunni er það ekkert gert mjög oft. Þú veist, þú ert ekkert mjög oft að búa til, þú veist, ný verkefni. Þannig að uppsetningin á þessu sem við erum að gera hérna gerist sjaldan. Það sem gerist miklu oftar er að það kom einhver fólk og er að vinna með þér og þá er verið að klóna og keyra npm install í gegnum, þú veist, hverja vél fyrir sig, sem er þá í rauninni með nýjust útgáfu. Svo segir ykkur hérna, herri, hættu að nota browsing, við erum að nota hérna Brilliant Web Server, eitthvað, og þá er það bara eitthvað nýtt tól, við breytum því og allir fara að nota það og það er bara einhver eitt sem þarf að taka á sig að uppfæra það. Herri, tökum okkur pásu áður en við förum yfir í hin tólin sem við erum að setja upp. Þannig að við erum komin núna með Git og eitt af tólunum, 4 sem maður þarf að setja upp og setjum hitt upp og skoðum svo Figma og Hópbergana 1 í næsta fyrirlestri.